Í dag ætla ég að fjalla fyrri hlutan af grein eftir Sigríði Sigurjónsdóttur sem inni á Innu og hún fjallar máltöku barna og meðfæddan hæfileika þeirra til að læra tungumálið og í aðalatriðum kenningu Noah Chomsky. Hann setti fram kenningu Noah eða Chomsky á 7. og 7. áratug síðustu aldar og hún hefur kölluð algildis málfræðin. Og í henni felst að börn fæðast með ákveðna málfræðiþekkingu og þessi málfræðiþekking sem meðfædd að hún eins í öllum tungumálum. Það skiptir ekki máli hvar þú fæðist og hvaða tungumál þú talar, við séum öll með þetta sama. Það sé bara í heilanum. Það sem að þykir ýta undir þetta, eða styðja þessa kenningu það sem þeir kalla fábreytileika máláreitisins, en það að það tal sem börn heyra í umhverfinu fullt af mismælum. Það hik og ófullkomnar setningar og maður hættir við að tala, maður breytir setningu í spurningu og alls konar svona. Börn hafa aðeins aðgang af þessu ófullkomna eða ytra máli fullorðina. Þrátt fyrir þetta, þá náðu samt valdi á fullkomni málkunnáttu fullorðina eða það sem við höfum ekki kallað þetta, málfræðingar hafa kallað þetta, innra máli. Þau hafa bara aðgangina í ytra málinu en þau ná samt valdi á innra málinu. Þegar börn alast upp, heyra þau takmarkaðan fjölda setninga en þau ná samt að mynda ótakmarkaðan fjölda setninga með aldrinum. Þetta gerist auðvitað ekki strax, en þetta eftir sem verða eldri. Börn búa yfir vitneskju flóknar setningagerðir og málfræðilögmál í móðurmáli sínu án þess að það sé eitthvað í umhverfu þeirra eða reynslu sem hefur veitt þeim þessa vitneskju. Þetta merkilegt svolítið. Þannig gert ráð fyrir þessari algildu málfræði sem við fæðumst öll með. Að maðurinn hefur áskapaða málfræðikunnáttu. Maðurinn með eitthvað svona innri líffræðilega búnað sem gerir honum kleift að læra fulla málefni þrátt fyrir ófullkomi málumhverfi eða fábreytileika. Og þegar við erum að tala með líffræðilegan búnað þá það til dæmis eins og þefskinn hunda eða leðurblökur með svona bergmálskynjun þannig þær rekist ekki á og hvernig fuglar fljúa yfir, þeir alltaf að fara á sömu staðina, koma hinga bara á sumrin og fara svo og á alltaf sömu staðin yfir veturinn. Þetta það sem kallaði líffræðilegu búnaður og við höfum hann. Mannsheilinn skiptist svo í 2 hvel, hægra og vinstra hvel. Og þessi heilahvel okkar hafa ákveðna verkskiptingu og það talið að í vinstra heilahveli að það eru sérhæfða málstöðar sem sjá mismunandi þætti móðurmálsins og það sést munur á heilahvelunum strax á 27. viku meðgöngu vegna þess að þá svæði þar sem málstöðurnar eru orðið mun umfangsmeira en samsvarandi svæði hægra megin. Þessi svæði sem sjáum þetta sem eru vinstra megin á 27. upp úr 27. viku og þá eru þau farin að verða meira áberandi. Vinstra heilahveli áfram að þessi svæði sem sjáum málið að þau hafa verið skýrð eftir 2 mönnum, franskur lækni sem heitir Paul Broca og þýskur taugalæknir Karl Wernicke sem voru uppi á 19. öld. Þess að talað Broca svæði þar sem máltjáningin og málfræðin og Wernicke svæðið og þar málskilningurinn. Það þessi 2 svæði, Broca og Wernicke. Og þau sjást hér, sjáðu hér þessi bláa, það Broca og Wernicke hérna appelsínugula og þegar svo sjáuð þá dálítið hérna á milli, en svo bara taug sem liggur hérna á milli, bara taugaboð og hér sjáuð hvernig þetta staðsett í heilanum, hérna á myndinni hérna við hliðina, að Wernicke og Broca hérna við hliðina. Oft betra að sjá þetta svona heldur en að lesa þetta bara. Þessir gaurar, Broca og Wernicke, þeir áttuðu sig sem sagt á tengslum þarna milli og tengslum á milli málstóls eða apasía og skaða á ákveðnu svæðum í heilanum sem eru þessi 2 svæði, Broca og Wernicke. Og málstól þegar einstaklingur missir málið að einhverju leyti vegna heilaskaða, yfirleitt alltaf vegna heilaskaða og þetta heilaskaða og getur verið mjög mismikið eftir umfangi skaðans. Þannig talað tjástól á Broca-svæðinu og í tjástólinu það eru þeir sem eiga erfitt með að tala þrátt fyrir ekkert sé að talfærunum. Málfræðistól hins vegar að þegar fólk hefur ekki lengur getuna til að fylgja málfræðireglum sem gilda í móðurmálinu, alveg sama hvaða tungumál það Helstu einkenni sem geta bent til skaða á Broca-svæðinu eru að framburður verður oft stirður, talið hikandi og kemur svo í svona smá gusum
Hljóðin í orðunum brenglast og hrynjandinn verður óeðlilegur. Setningarnar eru stuttar og einfaldar. Setningagerðin er oft rönga einhver leiti. Smáorð eru stundum á reiki og beygingar fara úr skorðum. Að nota nafnhátt í stað beyginga. Hins vegar á verningasvæðinu að ef það hafa orðið skaði þar að þá er það skilningsstól, að þeir sem hafa orðið fyrir skaða á verningasvæðinu skilja lítið af því sem sagt er og átta sig ekki heldur á því sem þeir segja sjálfir. Þeir heyra ágætlega en get ekki lengur unnið úr málinu þar sem þeir heyra eða lesa. Þeir skynja ennþá hrynjandan í málinu og geta því skili hvort sé að ræða spurningu eða staðhæfingu. Fólk sem hefur orðið fyrir skaða á þessu svæði, verningu, að þá oft erfitt með að finna orð þegar það talað eða er beðið að nefna hluti og það myndar oft orð sem er ekki til í málinu, það býr til ný. Mannsheilinn áfram að málhæfileiki mannsins, hann hefur ekki verið tengdur hægrakvelinu nema að þegar til dæmis hjá ungu börnum, ef þau hafa lent í ykkur mjög ungum börnum, að þá geta samsvarandi svæði í hægra heilakveli tekið við að einhverju leiti við hlutverki málstöðuna sem eru í vinstra heilakveli. Og hægra kvelið gegnir samt ákveðnu hlutverkum í máli og málulegum samskiptum. Og þessi svæði virkjast þegar einstaklingur leggur mikla tilfinningar í mál sitt og þegar verið að túlka merkingu orða og setninga, segir frá atburðum í rökréttri röð, heldur upp samræðum við aðra og áttar sig á því hvað er óviðeigandi að segja við ákveðnar aðstæður. Þannig að við erum alltaf að virkja bæði heilakvelin þó að við séum málstöðuna liggi í vinstra. Einstaklingar sem hafa orðið fyrir skaða á hægra heilakvelinu að þeir eru ekki færir að skilja yfirfærða merkingu orðatak og brandara. Þeir geta átt erfitt með aðstæðubundna málnotkun. Þeir geta átt erfitt með að fylgja hefðbundnu reglum í samræðum við aðra. Þeir hafa oft minnkaða færni til að vita hvað er óviðeigandi og viðeigandi við ákveðnar aðstæður. Hafa minnkaða færni til að halda upp í samræðum. Hafa minnkaða færni til að segja frá atburðum í réttri röð. Hafa minnkaða færni til að setja mikla tilfinningu í mál sitt og hafa minnkaða færni til að túlka merkingu orða og setninga. Markaldurinn í máltökunni eða critical period eins og það heitir á enskunni, að þetta er kenning eftir Erik Lenneberg og hann tók eftir því að þeir sem læra erlent tungumál eftir að þeir verða kynþroska að þeir eru líklegri til að tala með meira áberandi hreim heldur en þeir sem læra tungumáli fyrir kynþroska. Og kenningin markaldurinn í máltöku á að skýra þennan mun á málhæfileikum barna og fullorðina. Samkvæmt kenningunni eru máltöku mannsins sett ákveðin tímamörk frá náttúrunnar hendi og það er mikill munur á því að tileinka sér móðumál sitt í æsku og að læra erlent tungumál síðar á ævinni. Börn ná valda á móðumáli sínu nánast sjálfkrafa án áreynslu, meðan að fullorðnu þurfa yfirleitt að hafa mikið fyrir því að læra erlent tungumál og ná yfirleitt ekki sama árangri og börn, þó þeir leggja hart að sér. Sérhæfðu málstöðarnar í vinstra heilakvelinu þarf að örfa ákveðin tímabili eða tímaskeiði til að máltakan gangi eðlilega fyrir sig. Þetta tímaskeið er frá fæðingu fram að kynþroska og er kallað máltökuskeið, næmiskeið og markaldur í máltöku. Og hann taldi, Lenneberg, að máltökuskeiðinu líki við kynþroskan og rökin sem hann er að horfa á eru til dæmis frá börnunum sem hafa verið alin upp án samnætis við aðra menn, það er úlfabörnin eða börn sem hafa verið lokuð inn í herbyggi. Það hefði vitnað þarna í hana Jeannie sem fannst 13 ára og hafi verið inn í, lesið þetta í greininni og skoði hvað hann er að tala um þar. Já, markaldurinn verið sem sagt ljúka við kynþroskan en leyfara málhæfileikum barna geta fundist alveg til 17 ára aldurs og næmnin er ekki svo sama allt máltökuskeiði. Þau eru næmust, börn eru næmust á aldrinum 4 til 6 ára og þau verða að tileinka sér móðumálið 4 til 6 ára til að ná fullu valdi á málfræðinni. Máltaka móðumáls á máltökuskeiði virðist vera nauðsynleg forsenda eðlilega verkaskiptingar heilakvelana og til að heilin starfi eðlilega. Þannig að það er lang besti tíminn fyrir börn að læra tungumál er á aldrinum 4 til 6 ára. Rannsóknir á heilum fólk sem hefur tekist á við máltöku fyrsta máls eftir að máltökum skeiði lauk benda til þess að þau nýta sér ekki málstöðunar í vinstra heilakveli til máls
og þetta eru til dæmis heyrnarlausir einstaklingar og ef að málstöðunar er ekki virkjaðar á máltökuskeiði virðast þær ekki nýtast og í staðin fyrir sjá svæði í hægra heilahveli tungumáli en þau ráði ekki við málfræðina sem eru í málstöðunum sem eru í vinstra heilahvelinu. Máltökuskeið mannsins virðast hefjast á síðustu viku meðgöngu þegar fóstri fer að heyra og því líkur þegar börn komast á kynþroskaaldurinn. Til að ná fullu valda móðurmálinu þarf máltakan að fara fram fyrir 7 ára aldur. Það hafa verið miklar rannsóknir á innflytjendur sem fluttu til Bandaríkjanna á aldrinum 3 til 39 ára og þetta eru fólk frá Kína og Kóreu og þar kemur í ljós að strax við 7 ára aldur fór hæfni barna til að tileinka sér ákveðin beygingar og setningafræðileg atriði að dvína. Að börn undir 7 ára, ef þau lærðu annað tungumál undir 7 ára, að þá virtust þau ná fullum tökum á því. Síðan fer hæfnin minnkandi með aldrinum og fólk sem að flytur þarna til Bandaríkjanna og er komið, segjum yfir 20, að það virtist ekki ná jafn góðum valdi á tungumálinu. Og það er athyglisvert að lesa þetta í greininni. Máltaka og táknmál. Margir heyrnarlausir ólust upp án þess að læra mál, en þetta sem betur fyrir þetta nú sjaldgæfara nú til dags. Og það var lengi vel sem að markvisst komið í veg fyrir að heyrnarlaus börn lærðu táknmál því það var talið svo mikilvægt að þau lærðu varalestur og tala mál. Og rannsóknir á heyrnarlausum einstaklingum hafa bara staðfest það sama eins og fyrir heyrandi fólk, að þeir sem kynntust táknmálum 4 til 6 ára aldur náðu málfræði táknmálsins ekki eins vel og þeir sem kynntust táknmáli frá fæðingu. Þeir sem kynnast táknmáli eftir 12 ára aldur áttu í enn meiri vandræði með málfræðina. Og það miklum erfiðleikum að þráttur hafa notað táknmál í 30 ár var ekki hægt að segja að þau hefðu táknmál né annað mál að móðumáli. Þannig þau missa bara möguleikan á því að geta sagt að eitthvað tungumál sé móðumál þeirra. Og þetta eru sömu niðurstöður hjá heyrandi börnum og hvernig þau ná málfræðinni. Og síðan tökum við seinni hlutan af greininni í næstu viku.